Donni Sigurðsson, þú brosir enn eftir sigur á Stjörnunni í síðasta leik. Hvernig verður þetta á morgun þegar Grindvíkingar komi í heimsókn? Það skellt okkur í fyrra sögum í sjó. Það var ekki að fara neitt svoleiðis á morgun. Nei, það er ekki planið. Við Grindvíkingar með hörkugott lið og bættu við sig leikmönnum eftir að við spilum við þær í fyrsta leikmótsins þar sem við unnum mjög öruggan samfærandi sigur. En eftir það hafa þær verið að ná góðum úrslitum og unnu til að mynda Stjörnuna og þeirra heimavelli og hafa verið að gera vel bara. Fá ekki mikið mörkum á sig og hafa verið að skora svolítið og virka bara með hörku flotta leikmenn. Þannig að það verður hörku erfiður leikur, mjög erfiður leikur. Er það þá fram á því sem við þurfum að vara okkar á þeim eða hvað er það helst? Já, eðlilega, við erum að passa að heilin skori ekki, og þær hafa fengið mjög flottan sóknarleikmann sem heitir Ríó Hardy og hún er búin að vera að skora fullt af mörkum og þær hafa verið að spila nokkuð góðan bolta í rauninni og skapa mikinn usla í vörnum andstæðinganna. Þannig að það er svona það sem helst ber að varast er þessi leikmaður og ákveðið svona kantspil sem að þær eru mjög öflugar í og varnarlega hafa verið að binda þetta vel saman með tvíburasystir Ríó Hardy sem heitir Steffi Hardy og hafa verið að gera mjög vel þar og ég gerir ráð fyrir það að vera með mjög þéttan varnarmúra mót okkur og ætla að liggja þétt tilbaka og reyna að freista þess að skora fyrstu leikatrið eða skyndisókn. Það er nú kannski það sem þær þurfa kannski líka að vara að sjá að Þór Káa er náttúrulega bara hreinlega með besta varnarlið í deildinni svoleiðis að það gerist ekkert ef þær ætla bara að liggja í vörn. Nei, alveg rétt. Við erum náttúrulega með langbesta varnarlið deildarinnar og besta markvara tríó núna, þessar er nú ekki alveg farin, þannig að ef ekki segja tríó deildarinnar. Þannig að við munum bara spila okkar leik og sjá hvað það skilur okkur. Það hefur skilur okkur ansi langt hingað til, þannig að við höldum því bara áfram á morgun. Já, nú að taka saman að þeim líðar ákaflega vel að spila á móti Grindvíkingum, sérstaklega Söndru Maju, hún er bara með þrennu í fyrra og svo aftur núna, þannig að þetta er einhver 7 mörk í 3 leikjum sem við erum búin að skora og Stefáni Majur, hún skora líka bara þegar við mætum Grindavík, þannig að við eigum von á góðu. Já, skulum við segja það, við eigum von á góðu ef að stelpum að mæta með hausinn rétt skrúan á sem við vinnum svo sannarlega í dag að gíra honum almennilega á réttan stað og þá eigum við sannarlega von á góðu. Við erum töluvert sterkari lið heldur en Grindavík, það er engin spurning, það er ekkert launungarmál en stelpunum þurfa að mæta með virðingu við leikinn og klára leikinn almennilega og gera sitt almennilega því að þá munum við vinna. Við náttúrulega hvetjum bæjarbúð til að fjölmenna á leikinn. Engin spurning, bara eins og alltaf. Við höfum alltaf verið með besta stuðninginn og væntum þess að hann verði enn betur núna fyrst að HM er búið. Það var hitti illa á síðasta leik en samt fengum við frábæran stuðning og þannig ég ger ráð fyrir því að við mæti enn fleiri í dag. Það er bara gaman. Morgun. Það var reyndar, eins og þú segir, það var reyndar geggjað að sjá hversu margir mættu á völlu þrátt fyrir einhverjir kallpungar að vera að spila núti heimi á HM. Já, nákvæmlega, enda er líka mínum að þetta er miklu skemmtilega að horfa okkar að spila heldur en það. Ég held ég hafi nú bara séð kannski 3-4 leiki, 4 leiki kannski með úrslitaleiknum og Íslandsleikjunum á HM. Mér fannst miklu skemmtilega að horfa bara og undirbúa okkar lið og horfa okkar leiki heldur en hitt. Og það sem skiptir náttúrulega öllu máli er að leikirnir hérna hjá Þór Káa, þeir skipta okkur máli en hitt kemur okkur ekkert vitt. Já, það er nákvæmlega, þetta snertir okkur beint að þetta er lið okkar og það er bara svo mikil skemmtilega að vera innvinklaður það sem við verið að gera í sínu bæjarfélagi og samfélagi og standa saman og klára dollu. Donni, ég segi bara farðu á æfingu, skróa hausinn rétt á stelpunnar og passa að komi vel geraði til leiks á morgun og tökum sigur. Engin spurning. Þá gerum við vel. Takk.